Takk fyrir þetta. Frú Vigdís Finnbogadóttir, fyrrum forseti Íslands, rektor Háskóla Íslands, Jón Atli Benediktsson, Gísli Magnússon, forseti mál- og menningardeildar, ambassador Take Vaka, Svanhildur Konráðsdóttir, forstjóri Hörpu og ágætir gestir. Fyrir hönd mál- og menningardeildar Háskóla Íslands býð ég ykkur velkomin til þessar athafnar, þar sem Yoko Ono verður veitt heiðursdoktorsnafnbót við mála- og menningardeild. Ég heiti Ólöf Garðarsdóttir og er forseti hugvísindasviðs og mun stýra athöfninni sem hér fer í hönd. Ég vil byrja á að þakka Davíð Þór Jónssyni fyrir frábæran tónlistarflutning, en hér í upphafi athafnar, eins og allir tóku eftir, flutti hann lagið Imagine eftir John Lennon. Lagið er án efa eitt áhrifamesta friðarlag sögunnar, en þar biður Lennon okkur að ímynda okkur heim án landamæra, án trúarbragða, án eignarhalds, þar sem að fólk lifir í friði og samlyndi. Það er vel við hæfi að spila þetta lag hér í dag, enda hefur Yoko Ono, sem nú er sæmt heiðursdoktorsnafnbót við mál- og menningadeild, ekki hvað síst verið þekkt fyrir friðarbaráttu sína og við Reykvíkingar erum reglulega minnt á þennan boðskap hennar þegar kveikt er á friðarsúlunni í Viðey. En ævistarf Yoko Ono er veigameiri en svo og hér verður hún sæmt heiðursdoktorsnafnbót fyrir listfengi tungumála og friðarbaráttu. Með þessum orðum gef ég Jóni Atla Benediktssyni, rektor Háskóla Íslands, orðið. Jón Atli, gjör svo vel. Vigdís Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Íslands, ambassador Take Vaka, góði gestir. Það er mér mikil ánægja að ávarpa ykkur hér að þessu sinni við þessa heiðursdoktorshátíð vegna Yoko Ono. Í lögum Háskóla Íslands hefur frá upphafi verið sérstakur kafli doktora þar sem mælt fyrir að háskóladeildir hafi rétt til að veita doktorsnafnbót á tvennum forsendum. Annars vegar er að ræða doktorsnafnbót að loknu sérstöku prófi og hins vegar doktorsnafnbót í heiðursskyni honoris causa án undangengis sérstaks prófs. Eins og heiti nafnbótarinnar vitnar til er hún veitt til að heiðra doktorsefnið til sæmdarauka og einnig sérstaklega til sæmdarauka fyrir Háskóla Íslands. Þeir sem þessa sæmd hljóta skulu hafa afkastað merkilegu starfi og njóta almennar viðurkenningar á sínu sviði, ýmist sem fræðimenn, menningafrömuðir, andlegir eða veraldlegir leiðtogar. Veiting heiðursdoktorsnafnbótar hefur ávallt verið gildur þáttur í starfi Háskóla Íslands. Fyrstur til að hljóta nafnbótina var doktor Björn M. Olsen, fyrsti rektor Háskóla Íslands, en hann hlaut hana 1918 þegar hann lauk störfum sem prófessor. Frá þeim tíma hafa 200 einstaklingar verið sæmdir heiðursdoktorsnafnbót við Háskóla Íslands, jafnt hérlendir sem erlendir. Og það er einkar ánægjulegt að Yoko Ono skuli nú bætast í þann glæsta hóp. Framlag Yoko Ono á sviði myndlistar, tónlistar og friðarbaráttu þekkir heimurinn allur. Á Íslandi er hún ekki síst þekkt fyrir friðarbaráttu, þökk sé friðarsúlunni í Viðey. Líkt og það listaverk og viðtakendur Lennon Ono friðarverðlaunanna sem Yoko sett á fót árið 2002 bera vitni býr ótvíræður slagkraftur í sambandi lista og friðarbaráttu. Enginn ætti að efast þátt tungumálanna í þessum slagkrafti og er það tæplega tilviljun að orðin, sem voru nefnt hérna áðan, hugsa sér frið, séu grafin á 24 tungumálum á Óskabrunnin í Viðey. Verkið vekur djúpstæðar hugrenningar mikilvægi tungumálsins og vanda þess andspænis baráttu mannkyns fyrir friði, því öll tjáning á hugsunum frið verður ekki slitin úr samhengi við vitundina veruleika stríðs. Með öðrum orðum, ekkert er auðvelt í þessu efni og það vitnar einnig uppruni friðarsúlunar, svonefnt ljóshús,
fyrirmælaverkið sem tileinkað var minningu Johns Lennons árið 2007. Listræn friðabarátta Yoko felur þannig í sér brýningu þátttöku í hugsun frið. Ekki aðeins fyrir hugvísindin, heldur mannkynið allt og tungumál þess. Það er til sæmdar, við getum sagt, og ég vil bara leggja áherslu á það, það er til sæmdarauka fyrir Háskóla Íslands og mála- og menningardeild að heiðra Yoko Ono með heiðursdoktorsnafnbót. Nú kemur samklippa úr heimildarmyndinni Imagine Peace eftir Ara Alexander Ergis Magnússon hér á þessari dagskrá og að því loknu mun Gísli Magnússon forseti mála- og menningardeildar taka til máls. Kærar þakkir. Keep sending the message everywhere on the earth and to the universe. Keep sending. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's It was no something that I thought 40 years ago, and I just wanted a light tower. Light is wisdom, awareness. To put light into the world is a very important thing, I thought. John said, I thought maybe you can put the light tower in my garden. And I said, oh, I can't do that. It was just a conceptual idea. I don't know how to build a light tower. And I was just laughing. And he said, oh, it's such a pity. living life in peace. You Hey, John, we did it. Thank you for inviting me to your beautiful country and for making me feel so welcome. I'm so happy to be here on John Lennon's birthday this year, since this is the first time I will be celebrating his birthday in Iceland. Just to say happy birthday, John, and happy birthday, Sean, who's our son and who happened to have been born the same day as his dad. It'll be over 40 years ago when I conceived this idea of lighthouse made of light and listed in my conceptual sales list. In 1967, John Lennon invited me for lunch at his Kenwood residence in England. It was about 6 months after we first met in my Indica Gallery show in London. He told me that he read about the lighthouse in my publication, and if I could build the lighthouse in his garden. It took over 40 years to finally realize this concept in Iceland. The timing cannot be more appropriate. Right now, light is what the world so desperately needs, since in varying degrees, we all live in darkness of fear and confusion of the polluted world. Imagine Peace Tower was visualized with love and realized with love. It is a gift from John and Yoko and the people of Iceland to the world. I know that John is with us too in this land of Newtopia. Happy that the light tower is finally a reality after 40 years. Not in his garden, but maybe this is his garden. Let's make a wish and let's send light to each other and say, I love you. imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer,
Frú Vigdís, sendiherra Japans, Svanhildur Konráðsdóttir, fulltrúi Yoko Ono, rektor, sviðsforseti, kæru gestir. Yoko Ono heimsþekkt á sviði myndlistar, tónlistar og friðarbaráttu. Frumkvöðlastaf Yoko Ono á sviði endurskoðunar listhugtaksins vel þekkt og sú iðja hennar að brjóta niður hefðbundna múra milli ólíkra listgreina. Með verkum sínum sem búa yfir sterkri félagslegri og pólitískri skírskotun hún sögð hafa myndað nýstárleg tengsl við áhorfendur og hvatt þá til þátöku í sköpun verkana. Einnig má nefna að mörg verk hennar byggjast á texta, meðal annars eldri verkin sem eru textaverk á japönsku. Yoko Ono hefur hlotið marga viðurkenninga, meðal annars gullna ljónið á Feneyjar tvíæringnum árið 2009 fyrir lífstarf sitt. Á Íslandi Yoko Ono ekki síst þekkt fyrir friðarbaráttu. Þökk sé friðarsúlunni í Viðey, samstarfsverkefni Yoko Ono, Reykjavíkurborgar, Listasafns Reykjavíkur og Orkuveitu Reykjavíkur. Þann 9. október árið 2009, afmælisdag John Lennon, var listaverkið tileinkað minningu hans tendrað í fyrsta sinn. Á ensku heiti friðarsúlan Imagine Peace Tower og við heyrðum einmitt áðan lagið Imagine í fallegum flutningi Davíðs Þórs sem var spilað við innvígsluna. Verkið í formi óskabrunns en á brunnin orðin hugsa sér frið, grafin á 24 tungumálum. Þáttur tungumála mannkyns í friðarbaráttu þannig gerður sýnilegur í verkinu. Á Íslandi Yoko Ono einnig þekkt fyrir listræna friðarbaráttu sína í tengslum við Yoko Ono friðarverðlaunin sem hún setti á fót árið 2002 eins og rektor nefndi og hafa verið veitt nokkrum sinnum í Hörpu í tengslum við friðarsúluna. Af verðlaunahöfum má nefna rithöfundina friðarsinnin John Perkins sem fangaði athygli heimsins með útgáfu bókarinnar Confessions of an Economic Hitman og Íslendingar þekja úr Draumalandinu bókamynd Andra Snæs Magnasonar. Friðarsinnan Rachel Curry sem lést 23 ára gömul þann 16. mars 2023 þegar hún reyndi með friðsamlegum hætti að koma í veg fyrir eyðileggingu ísraelska hersins á heimili palestínenskrar fjölskyldu á Gaza. Meðlimi punkhljómsveitarinnar Pussy Riot sem stíg fram á alþjóðasviðið árið 2012 með gjörningi í einni af dómkirkjum Moskvu þar sem þær fóru með punkbæn til Maríu Guðsmóður og báðu laust Rússlands undan valdi Pútins og Ai Weiwei listamann og aðgerða sinna. Ekki þarf að fullyrða alþjóðlega viðurkenningu á störfum listamannsins og friðarsinnans Yoko Ono. Sama gildir framlag hennar til íslensk samfélags og menningar. Það má enginn efast mátt tungumála í þessu samhengi og eins og ég nefndi áðan þá orðin hugsa sér frið grafin á 24 tungumálum á óskabrunnin í Viðey og mér langar líka til að nefna uppruna þessarar hugmyndar. Það var það vitnar nefnilega Ljóshúsið sem fyrirmælaverk Yoko Ono frá 1965. Þetta sem sé uppruni friðarsúlunnar. Fyrir sýningu á verkinu 1967 skrifaði hún: Ljóshúsið tálsýn, byggt úr tæru ljósi. Sláð upp strendingum á ákveðnum tíma dags við ákveðna kvöldbirtu sem streymir í gegnum strendingana og ljóshúsið birtist í miðju vallarins eins og táknmynd. Nema hvað,
Þessi tákmynd býður þér inngöngu ef þú vilt. Svo kann að fara að ljóshúsið birtist ekki daglega, alveg eins og sólin skín ekki daglega. Í veruleikunum ljóshúsið tálsýnt með fyrirvara ákveðin birtu skilyrði í mannheiminum. Listræn friðarbarátta Yoko Ono felur þannig í sér hvatningu þáttöku í hugsun frið og eins og rektor nefndi ekki bara fyrir hugvísindin, heldur fyrir mannkynið allt. Það mikill heiður fyrir málamenningadeild Háskóla Íslands að sæma Yoko Ono heiðursdoktorsnafnbót fyrir listfengi tungumála og friðarbaráttu. Megi nafnbót þessi þjóna sem áminning að efla skilning og frið á heimsvísu. Takk. Nú ætla ég að afhenda Svanhildi Konráðsdóttur sem fulltrúi Yoko Ono hér skírteinið. Það staðfestist hér með að Mál- og menningadeild hefur í dag 19. júní 2025 í heiðursskyni sæmt Yoko Ono heiðursdoktorsnafnbót í listfengi tungumála og friðarbaráttu. Þessu til staðfestingar hefur deildarforseti Mál- og menningadeildar afhent Svanhildi Konráðsdóttur doktorskírteinið en Yoko Ono gat því miður ekki verið með okkur hérna í dag. Nú vil ég bjóða Svanhildi að halda ávarp. Frú Vigdís Finnbogadóttir, rektor Háskóla Íslands, sendiherra, deildarforsetar, kæru gestir. Til hamingju með daginn og til hamingju með þessa frábæru ákvörðun sem staðfest hér í dag. Ég vil byrja á því að lesa eftirfarandi sem mér hefur verið falið að flytja fyrir hönd Yoko Ono af þessu tilefni. On behalf of Yoko Ono, I want to express her gratitude for this honor, which she receives with heartfelt love for Iceland and great respect for the nation's enduring commitment to peace. Ég vil sem sé fyrir hönd Yoko Ono lýsa þakklæti fyrir þann heiður sem henni sýndur. Hún tekur við heiðursdoktorsnafnbótinni í anda innilegs kærleika til Íslands og með djúpri virðingu fyrir órofa skuldbindingu þjóðarinnar við frið. Í ávörpum hér sem við höfum hlýtt á hefur verið farið vel yfir eins og hægt í stuttu máli hennar langa og litríka feril. Það hefur líka verið fjallað tilurð verksins, þar að segja hugmynd hennar í upphafi. En mér langar aðeins til að nota mínar mínútur til að fara í nokkrum orðum það ævintýri sem raungerðist með friðarsúlunni, Imagine Peace Tower, með sínum sterka og fallega friðarbóðskap því þetta verka á sér heilmikla forsögu hér á landi. Þið sáu stutt samklipp úr heimildamyndinni hans Ara Alexanders hérna áðan sem að nær vel að fanga tenginguna. Þessi stutta klippa, myndin mun lengri og ég vona að það verði hægt að sýna hana með betra tækifæri í heild sinni, en að fanga tenginguna við sálufélaga hennar og lífsförunaut John Lennon, aðdragandan og fyrstu árin. Samhengi þessa friðarsúlan eignaðist heimili
á Íslandi kannski ekki vel þekkt og mér langar til að nefna hér nokkra til söguna sem skipta miklu máli í þessu sambandi. Upphafið má rekja til þeirrar vináttu sem skapaðist á milli Yoko Ono og Gunnars B. Kvaran sem var þáverandi forstöðumaður Kjarvalsstaða og þetta var í kjölfar sýningar Yoko í safninu árið 1991 og sýningin bar yfirskriftina Yoko Ono Peace, friður. Þið sjáið að hún hefur alltaf verið mjög fylgin sér og talað skýrt frið. Henni var boðið hingað í tengslu við yfirlitssýningu á verkum helstu listamanna Fluxus en Yoko var einn af frumkvöðlum hreyfingarinnar í New York. Á Kjarvalsstöðum voru sýnd mörg af hennar þekktustu verkum til þessa og árið áður þá greinir Gunnar frá því sem hann var reyndar boðinn hingað í dag en ég held ég sjá hann ekki hér í salnum. En þá greinir hann frá því í viðtali við Morgunblaðið að listakonan hafi farið fram á 3 styttur yrðu settar upp tímabundið í Reykjavík í tengslum við sýninguna. Og það má nú svona lesa í orð forstöðumannsins að þetta kannski væri ekki líklegt að þetta yrði að veruleika, en hann segir að það sé verið að kanna möguleikana. Og til skoðunar var að setja upp verk fyrir framan Kjarvalsstaði í Tjörninni og Lækjartorgi. Reyndar var svo ekkert af uppsetningu þessara útilistaverka í þetta sinnið en fræinu var kyrfilega sáð. Það tók reyndar 15 ár að sjá það svo birtast okkur fullskapað í þeirri ljósbjörtu mynd sem við njótum nú út í Viðey og á himninum yfir borginni. Mín aðkoma að þessu ævintýri hófst árið 2005 eftir að hafa heyrt af áhuga hennar í gegnum Gunnar. Mér fannst það heillandi hugmynd að setja upp friðarverk eftir þessa merkilegu konu í Reykjavík af öllum stöðum og hið sama að segja þáverandi formann menningar og ferðmálaráðs Reykjavíkurborgar Stefán Jón Hafstein og safnstjóra listasafns Reykjavíkur Hafþór Ingvason sem þá var nýtekinn við safninu. En þessir heiðursmenn báðir urðu mínir bestu bandamenn í að koma málum áfram. Síðar átti Jón Gnarr, borgarstjóri, sem hér með okkur, eftir að kveikja hvað best á því að öllum öðrum ólöstuðum, borgarstjórum og öðrum sem að málum komum, hvað friðarsúlan mikilvægt tákn og aflvaki og hvernig Reykjavíkurborg þyrfti að fylgja þeim málum eftir. Þetta hóf svo allt í alvöru með fundi með henni í Reykjavík í febrúar 2006 og þar var teningunum kastað. Lífleg samtöl fóru af stað eðli verksins sem yrði auðvitað, eins og hér hefur komið fram, gert úr ljósi og það leiddi mig beint á fund þáverandi stjórnarformanns og forstjóra Orkuveitu Reykjavíkur. Alfreð Seitins Þorsteinssonar og Guðmundar Þóroddssonar. Þeir tóku mér afar vel og fannst þetta held ég svona kúnstug hugmynd. En þetta var á þeim árum þegar að, hér ég held ég við glemt að setjast að glærukynninguna hérna. Jæja, ég held að það sé verið að hjálpa mig við þetta. En þetta var á þeim árum þegar að Orkuveitan var til í allt sem gerði borgina skemmtilegri og bjartari. Þá var ekki búið að velja verkinu stað eða útfæra nákvæmlega hvernig það yrði eiginlega raungert, en ég man að á þessum fundi voru Orkuveitumenn spenntir fyrir því að reisa geysiháa steyptasúlu í Hljómskálagarðinum. En blessunarlega þá var nú ekki að því og eftir nokkra leit og margar bílferðir víða Reykjavík með Yoko og hennar teymi þá varð Viðey fyrir valinu. Það var friðseldin, náttúran og söguleg þýðing þessara fallegu eyjar sem að gerði það að verkum að Yoko fannst hún eiga að verða heimili verksins. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkti svo í mars 2006 formlega stuðning borgarinnar við uppsetningu Imagine Peace Tower og sama dag á afmælisdegi John Lennon, 9. október, var verkinu helgaður staður í Viðey. En það eru margar ljósmæður og ljósfeður sem eiga sér mikilvæga þátt í því að Imagine Peace Tower varða veruleika til viðbótar við þá sem ég hef þegar nefnt. Mörg eru hér í salnum, þeir borgarstjóri, formenn ráða, stjórnmálafólk, menningarstjórnendur og framkvæmdafólk og svo frábær hópur sem hefur komið að því að viðhalda verkinu og gera árlega viðburði að ógleymanlegum stundum í upplifun þeirra sem ýmist lögðu ferð sína út í Viðey, oft í talsverðum sjávarháska, eða bara nutu þess að láta ljóssúluna gleðja sig við stofugluggann í Grafarvogi, kveikja von og auka fegurðina í borginni. Yoko hefur alltaf mikið talað norðrið og hlutverk þess við að breiða út friðarboðskapinn. Hún taldi orkuna hér á norðurslóðum einstaka og heillandi og sótti Ísland reglulega heim
til viðbótar fyrir utan viðburðina og það var ekki síst til að hressa sál og líkama hvort sem það var með heimsókn í Bláa lónið eða rótum Snæfellsjökuls. Og hafi einhvern tímann, kæru vinir, verið þörf fyrir skilaboð ljósturns Yoko frið og kærleika, þá það nú á okkar dögum. Það krefst hugrekkis og mennsku að tala hátt og skýrt gegn óréttlæti, ofbeldi og stríði. Að standa við þá grunnhugmynd að hugsun hvers og eins sé þar til alls fyrst. Að hugsa sér frið. Við erum óþyrmilega mynd á það í dag hvað skjöldu lýðræðisins brothættur og samstaðan helgi mannréttinda hverful. Yoko Ono hefur í orðsins fyllstu merkingu verið óþreytandi ljósberi fyrir þessi gildi í meira en 60 ár. Hún sannkölluð fyrirmynd á svo mörgum sviðum og verðskuldar því viðurkenningu eins og þá sem Háskóli Íslands veitir henni hér í dag. Mér þykir vænt þann mikla virðingarvott og ítreka þakkir fyrir hennar hönd. Ég ætla að ljúka þess að vitna í persónlegan tölvupóst sem að Yoko sendi mér eftir fyrstu tendrunina 9. október 2007. En persónuleg skilaboð okkar á milli hafa nú ekki verið borin á torg en ég veit hún erfir það ekki við mig að deila þessu með ykkur hér í lokin sem hvatningu að gefast ekki upp og tala hátt og skýrt röddu friðar. I thought the unveiling was some kind of an ending. No, it was the beginning. Lots of love, Yoko. Takk fyrir. Þakka kærlega fyrir, Svanhildur. Friðarboðskapurinn hefur nú sjaldan verið mikilvægara heldur en núna, held ég. En ágæti gestir, nú þessara athöfn að ljúka. Við munum nú í lok athafnarinnar spila myndbandið Walking on Thin Ice með Yoko Ono. Ég minni á það að það boðið til móttöku hérna athöfninni lokinni fyrir framann. Og ég vil þakka ykkur öllum sem komuð að skipulagningu þessara athafnar fyrir ykkar framlag. Við munum öll sitja hér og fylgjast með myndbandinu en þegar því lokið að þá munum við ganga úr salnum og ég bið ykkur að sitja kyrr í sætanum þar sem á meðan rektor og föruneyti hans gengur út. Takk fyrir.
tried to walk across the lake. Of course it was winter, when all this was ice. That's a terrible thing to do, you know. They say the lake is as big as the ocean.